Skammdegisskuggar fantasíuskáldsaga sem gerist á hliðstæðu Íslands, Hrímlandi, þar sem að mannfólk býr ásamt huldufólki og marbendlum í Reykjavík. Bókin sækir innblástur sinn í þjóðsögunar, í sögu Íslands og nútíma okkar og tekur öll þessi gamalkunnu stef og blandar þeim saman í eitthvað nýtt og framandi sem jafnframt kunnulegt. Þannig sjáum við Tramp greifa, drottna yfir Reykjavík, Perluna sem hátæknilega seiðvirkjun, Sæmund fróða sem útskúfaðan galdramann og Loftkastalann sem svífandi stríðsvél sem ógnar öllu í borginni, svo eitthvað sé nefnt. Sagan segir frá Sæmundi og Garúnu. Sæmundur útskúfaður galdramaður frá Svartaskóla fyrir hættulegar hugmyndir sínar galdur. Hann mun leita allra ráða til að öðlast vald á þessari forneskju með svarta galdri ef þörf á. Garún róttæk myndlistakona. Hún jaðarsett í Reykjavík, þar sem að Tramp greifir aðskilnaðarstefnu í borginni og hún hálf huldukona og hálf mannvera og þráir að skapa réttlátara samfélag, að fólki rísi upp undan oki kúgara sinna og hún mun einnig gera allt sem í sínu valdi stendur til að knýja þessa byltingu af stað. Sæmundur og Garún eiga sér svolítið erfiða fortíð og atburðarás sögunnar fer í rauninni svona úr böndunum þegar að Garún leitar til Sæmundar til að knýja þessa byltingu af stað. Sagan endurspeglar Ísland í gegnum form furðusögunnar. Hér sjáum við ekki aðeins borgina og náttúruna í nýju ljósi, heldur einnig samfélag okkar, fordóma, atburði eins og ástandið, kanavinnuna, NATO-mótmælin og dönsk yfirráð. Ég ætla að lesa úr byrjun bókarinnar, þar sem að Garún að mála graffítiverk. Garún tók af sér grímuna og steig fjær blautu graffítiverkinu til að sjá það í heild sinni. Það var erfitt að anda í gegnum síunar á leðurgrímunni og gott að geta varpað öndinni léttar. Það var dimmt. Eina birtan kom frá fölu tunglinu sem vakti lágt á himni. Hún treysti á innsæið þegar hún málaði, þannig að myrkrið kom ekki að sök. Hún þurfti ekki að sjá til að vita hvort myndin hefði tekist vel eða hvenær hún væri tilbúin. Hún fann það einfaldlega á sér, en það var óljós tilfinning. Hún vildi vera viss og renndi seiðgleraugunum yfir augun til að sjá betur seiðmagnið sem blæddi úr verkinu. Úr rauðri og dulri myndinni stungu skörp form þar sem síst var vonaðum og þótt málningin var ekki orðin þurr, streymdi seiðmagnið kröftulega út í umhverfið. Garún var uppgefin, þurr ausinn eftir að unnið með svo mikið að delísílitum á svo skömmum tíma. Tilfinningarnar sem hún tjáði með list sinni mögnuðust upp í delísíðinu og vörpuðust aftur á hana í skynörvandi vítahring. Hún var snákurinn sem nærðist á sjálfum sér. Nú var verkinu lokið. Garún lækkaði í raftónlistinni sem dundi í eyrum hennar og leyfði myndinni að tala til sín. Verkið var vel staðsett, falið á ofan þaki krambúðarinnar. Ef heppni væri með henni myndu margar vikur líða áður en það uppgötvaðist. Þangað til myndi það blæða seiðmagni út í umhverfið og síjast inn í undirmeðvitund þeirra sem voru nálægt. Verkið myndi smám saman leggjast eins og helgríma yfir bygginguna og hverfið. Krambúðin var verslun í eigu Sigurðar Thorvaldsen, kaupmanns sem rak fjölmörg fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu. Þetta var ein vinsælasta nýlenduvöruverslun borgarinnar og hafði verið allt frá því Sigurður fluttist til Reykjavíkur og opnaði verslun nánast sama dag og hernám krúnunnar hófst. Ekki fyrir hermennina,
heldur allt fólki utan að landi sem streymdi til borgarinnar til að vinna fyrir herinn. Krúnan þurfti mikið vinnuafl, sérstaklega við að byggja virki í Viðey og braggana á Seltjarnarnesinu. Sigurður bolaði öllum burt sem ógnuðu honum, hótaði, kúgaði og skaðaði, en umfram allt græddi hann. Þegar hernám var landnám og virki nýlenduherrana voru fullbyggð, var Sigurður Thorvaldsen orðinn vellauðugur maður og Reykjavík stórborg. Graffítiverkið sem Garún hafði spreyjað á þakið var Fengseldar-fæla. Henni var ætlað að fæla burt snobbaða viðskiptavini verslunarinnar sem leituðu í innfluttar munaðarvörur. Framandi krydd, gæðaefni, handgerðar sápur, sælgæti og ylfun voru aðeins brot af varningnum í boði. Þeir sem ekki myndu forðast verslunina ómeðvitað myndu verða bölvuninni að bráð. Frekir viðskiptavinir myndu rífast við starfsfólkið sem á móti myndi reynast óliðlegt og hrókafullt. Ef heppnin yrði með henni myndi öll verslunargatan finna fyrir áhrifunum eftir því sem graffítiverkið nærist lengur á neikvæðum tilfinningum fólks og spúði þeim aftur út. Hún vonaði að verkið myndi fá að standa óáreitt lengur en síðustu myndir hennar, sem höfðu allar fundist innan fáeina daga. Hún tók spreybrúsana og málningagrímuna og tróði ofan í bakpoka sinn ásamt gleraugunum. Áður en hún fór niður á þakinu gekk hún úr skugga að engir tómi brúsar væru eftir. Hún renndi sig niður brunastigana baki hússins og hækkaði aftur í heyrnartólunum. Raftónlistin var hæg og róleg, bassinn stöðugur og hughristandi sem sagði henni að enginn væri nálægt, enginn væri að fylgjast með henni. Hún hljóp hljóðlaust gegnum tóma húsagarða, stökk fimlega yfir grindverk í vegi sínum. Trommutakturinn var hraðari eftir því sem nálgaðist Hverfisgötuna og óróleg hrynjandinn gaf til kynna að lögreglan gæti verið á næsta leiti. Hún þræddi húsasund og bakgarða upp meðfram fjölfarni Hverfisgötunni. Kvöldumferðin var byrjað að sitla niður í bæ. Skyndileg breik og blossandi bassalínur sögðu henni hvort einhver væri þann mynd að verða vegi hennar eða við það að líta út gluggann. Hún brást ósjálfrátt við, kom sér í skjól og beið eftir því að ógnin færi hjá. Hún gat aldrei verið fullkomlega viss að enginn hefði séð hana og oft reyndist henni erfitt að lesa í tónlistina, en eftir stöðugar æfingar var þetta orðið henni eðlislegt, hluti af náttúrulegu viðbragði hennar. Hún sleppti tökunum og leyfði tónlistinni að tala við undirmeðvitundina. Því nær sem farið slemmi, því órólegri var raftónlistin. Vakt bifreiðar stóð í röðum fyrir framan lögreglustöðina sem var samgróin aðalbrautastöðinni eins og utanáliggjandi æxli. Takturinn var orðinn þykkur og gruggugur, tónlistin algjörlega ærandi. Hún lækkaði svo rétt heyrðist í tónlistinni, dró hettuna upp yfir höfuðið og reyndi að hugsa ekki hvað myndi gerast ef hún yrði tekin í handahófskennda leit. Brautastöðin var heimili þeirra sem höfðu ekki önnur hús að venda. Róna, dópista, örfára blendinga. Hún gætti þess að líta ekki átt til þess að ógæfu fólks eða tók eftir henni að ganga hjá, eins og það væri gramt yfir því að hún sæti ekki hjá því í ræsinu. Lögreglumenn stóðu við miðasöluna og hliðin, spakir en vígalegir. Hún reyndi að láta lítið fyrir sig fara, en ekki þannig að væri grunsamlegt. Bara eins og við var að búast að blendingi eins og henni. Hún tók lest á leið upp í Starholt. Flestir voru komnir heim úr vinnu og borgarbúar færu ekki út á lífið fyrr en eftir miðnætti, svo það voru tiltölulega fáir borð. Borgarljósin fengu á sig skítugan geislabaug í grómteknu rúðunum.